Jæja, komið þið sæl, þá er kominn tími á nýtt vlogg frá mér. Ég langar til þess að tala bara stuttlega barna- og svefnvandamál. Nú á ég 2 syni og í bæði skiptum var ég búin að undirbúa rosalega vel hvaða úrræði ég ætlaði að hafa fyrir strákana. Ég keypti þessa bók sem var búið að mæla alveg heilmikið með fyrir mig og mér finnst hún alveg frábær. Það er rosalega margt gott í henni, sérstaklega í því skyni að gera sér grein fyrir hvaða væntingar maður getur gert fyrir hvert og eitt aldurskeið og því um líkt. Það er leiðir til þess að koma á rútínu og það eru leiðir hvernig maður getur látið barnið sofna fyrr og hvernig maður getur látið að sofa í gegnum nóttina og slíkt. Það var því mikið vonbrigði þegar að með eldri strákinn okkar að það gekk ekki sem skildi og hann í rauninni fór ekki að sofa almennilega í gegnum nóttina fyrr en að við fluttum og hann fékk sér herbergi. Þá var hann líklega 15 mánaða, eitthvað svoleiðis. Og það sama er að gerast núna með yngri strákinn okkar. Þetta leiti 3-4 mánaða að þá allt í einu fara þær að vakna oftar og oftar í nóttina. Þannig að þetta var mikið vonbrigði út af því að mér fannst ég vera útlærð í þessu og búin að kynna mig vel hvað væri sem hægt að gera. Þannig að ég ákvað að athuga hvort það væri eitthvað fleiri ráð. Ég var einhvern veginn bara núna svona minna stressu yfir því að þetta færi úrskeiðis vegna þess að ég sá fram á það að ég geti kannski hvort ekki gert neitt mikið í þessu og þetta væri bara svona tímabil sem að myndi ganga yfir. Nú, ég lagði fyrir fyrirspurn inn á brjóstagjöf.is og þar fékk ég þau svör að inn á síðunni væru til dæmis ákveðin ráð. Ég las yfir þessi ráð og ég hugsaði að þetta er ekki að fara að henda okkur, bara að fara, það verður svo lítilvægleg ráð. En ég ákvað þó allavega að fara eftir einu sem var stungið upp á þarna og það var það að fjölga brjóstagjöfunum yfir daginn. Kenningin var sem sagt sú að barnið þyrfti ákveðið margar gjafir eða ákveðið mikið magn að drekka og það að barnið vakni á nóttunni sé ekki það að það vilji sofna út frá því að drekka, heldur sé þetta meira það að það þurfi í alvörunni að fá að drekka. Og maður er ekki að reyna að láta barnið verða sjálfstætt þegar það er ekki tilbúið til þess sjálft. Þannig að barnið þurfi semst ákveðið mikið að drekka yfir sólarhringi og það þurfi líka ákveðna nánd yfir sólarhringi. Þannig að það til dæmis að láta barnið sofa upp í að það geti hjálpað. Þannig að ég ákvað að fara þessum ráðum. Gefa honum bara eins oft og ég gat hugsað mér yfir daginn og núna eru komnir 2 eða 3 dagar og ég held að þetta sé bara að virka, segir mér það. Hann er semst bara að vakna 1 sinni eða 2 núna undanfarnar 3 nætur og ég ætla nú bara að leyfa ykkur að fylgjast með hvort að það gangi ekki bara eftir. Ég er allavega frekar bjartsýn með það að þetta sé málið. Ég var eitthvað að reyna að lengja á milli gjafana hjá honum vegna þess að hann var að drekka svo oft og mér fannst ég vera svo bundin af þessu en bara svona til þess að ég sjá fram á að ráða við þetta þá hef ég líka bara bætt við graut og þurrmjólk og ég sé fram á það á næstu dögum að geta ekki sinnt honum eins og skildi. Þannig að ég mæli með því að ef að fólk sé ekki fram á þetta sé að virka hjá þeim að það er náttúrulega margar leiðir sem hún stingur upp á í þessu en aðalleiðin er svo að hjálpa barninu að sofna sjálft og hjálpa barninu að geta þess að svæft sig sjálft aftur á nóttu. En mögulega þarf barnið bara á meiri næringu að halda og meiri nánd. Þannig að í mig fundist þetta ekki fara mjög hátt og ég fekk til dæmis ekki þessi ráð frá hjúkrunarfræðingnum þannig að mér langar til þess að deila þessu með ykkur og vonandi hjálpar þetta einhverjum. En hann vaknar út á svörum þannig ég ætla að segja þetta gott. Takk, bless.